Sérðu þetta penni frá þér? Nei. Ágætu fundagestir, ég býð ykkur hjartanlega velkomin hingað á þennan fund minja og sögu Vinafélags Þjóðminjasafnsins. Áður en við vindum okkur í efni þessa fundar langar mig til þess að segja stuttlega frá þeirri fyrirætlan félagsins að halda í Víking suður til Jerúsalem í apríl næstkomandi. Félagið hefur á undanförnum áratugum staðið fyrir ferðum á merkar safna og söguslóðir og nú hefur hinn merka borg í Ísrael og nærsvæði hennar orðið fyrir valinu. Við stefnum á þessa ferð 17. til 22. apríl næstkomandi og hugsunin svo að dvelja í landinu í 5 daga. Verið að setja saman spennandi dagskrá sem ekki einungis mun teyma þátttakendur Musterishæðina, undir grátmúrin, í Getsemanigarðinn og upp á Golgata þar sem grafarkirkjan volduga stendur, heldur einnig ætlunin að fara að Dauðahafinu, heimsækja Masadavirkið fræga, fara til Qumran þar sem Dauðahafshandritin eru og svo til Nasaret, heimaborgar Jesú, að Tíberías og Galileuvatni og alla leið upp á Gólanhæðirnar þar sem dreift verður á ísraelskum vínum. Fljótlega munum við auglýsa ferðina á Facebook síðu félagsins og þá geta áhugasamir félagsmenn einnig skráð sig að þar til gerða lista sem hér mun standa frammi og eftir. Slíkri skráningu fylgir ekki skuldbinding þáttöku, heldur að þá miklu frekar að halda opnu því tækifæri að fylgjast með undirbúningi ferðarinnar. Sem stendur gerum við ráð fyrir að flug og gisting ásamt rútuferðum og aðgangseyri inn á helstu söfn verði fyrir fólki 2 manna herbergi 150.000 og að þeir sem kjósa einsmanns herbergi munu þurfa að greiða 28.000 aukalega fyrir það. Þetta það verð sem við bjóðum félagsmönnum en ferði fyrir utan félagsmenn verður í kringum 400.000. Þannig að það ekki mjög dýrt að skrá sig í félagi fyrir 2.700 krónur að menn vilja halda þessu möguleika opnum. Og þetta samkallað gjafaverð. En í dag höfum við fengið til okkar Dr. Steinunni Kristjánsdóttur sem á undanförnum árum og áratugum hefur helgað sér rannsóknum á þeim klaustrum sem starfrækt voru hér á landi meðan kaþólskur siður helst í landinu. Tilefnið hins vegar útgáfa nýrrar bókar Steinunnar sem hún hefur ritað og ber yfirskriftina Leitin að klaustrónum og hér meðal annars sýnileg. Þetta önnur bók Steinunnar sem lítur að þessu efni en árið 2012 sendi hún frá sér bókina Sagan af klaustrinu á Skriðu. Þar fjallaði hún einmitt fornleifaransóknir þær sem ráðist var í upp úr árþúsundamótum og stóði áratug á hinu forna höfuðbóli fyrir austan. Var miklu lofsorði lokið á ritið og hlaut Steinunn meðal annars fjöruverðlaunin og var tilnefnd til hennar íslensku bókmenntaverðlauna fyrir það verk. Í hinu nýja riti fjallað þá umfangsmiklu leið sem ráðist var í árið 2013 að klaustrunum 14 sem talið að starfrækt hafi verið lengri eða skemmri tíma í landinu frá árinu 1030 til 1554. Líkt og í fyrri bókinni sem hér var minnst á, tekst Steinunni af ótrúlegri lagni að færa fornleifaransóknir og þau álitamál sem fræðimenn á því sviði kljást við, nær áhuga fólki efnið, en almennt gengur og gerist þegar fræðaskrif að ræða. Hver kafli bókarinnar að einhverju leyti reyfarakendur og fyrir mitt leyti verði ég að segja að það engu líkara en að maður sláist í för með leitarflokkunum sem undir forystu Steinunnar örkuðum tún, slakka leiti, bæjarstæði og kirkjugarða, jafnvel ofan í húskurinn að helgara húsa í leitinni að þínum fornum klaustrum. Vegna þessa alls það afar vel við hæfið að félag áhuga fólks minjar og sögu í Vinafélag Þjóðminjasafnsins skuli í tilefni þessarar útgáfu kalla Steinunni til samtals bókina. Vegna þess hversu vítt og breytt farið í hinu umfangsmikla 600 síðna riti höfum við í samráði við hana ákveðið að afmarka fyrirlestur dagsins við einn áhugaverðan kafla bókarinnar en hann tengist Keldnaklaustri sem fræðimenn hafa lengi brotið heilanum hvers eðlis var og hvort það hafi í raun og veru verið eiginlegt klaustur eða eitthvað annars. Að loknu fyrirlestrinum fáum við svo tækifæri til að ganga upp á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins sem hefur að geyma einn þeirra gripa sem koma við sögu í bókinni og einni fyrirlestri dagsins.
Steinunn Kristjánsdóttir prófessor í fornleifafræði við Háskóla Íslands og Þjóðminjasafnið. Hún nam fornleifafræði við Gautaborgarháskóla og lauk þaðan doktorsprófi árið 2004. Gjörðu svo vel, Steini. Já, komið öll sæl. Velkomin á þennan fyrirlestur og ég vil þakka Stefáni Einari sérstaklega fyrir þetta góða boð að koma hingað og fjalla bókina og mína tilgátu að hurðin, hugsanlega hurðin að Keldnaklaustri hafi fundist við leitina. En eins og Stefán minntist á að þá hefur það nú oft verið þannig að Keldnaklaustur ekki talið með öðrum klaustrum í landinu og raunar oft talað að hér hafi verið 10, stundum 9 klaustur en þau voru 14 og þegar ég hóf þessa leit að þá eins og Stefán sagði að það var við leituðum út allt en líka að ég ákvað að taka öll klaustur með, líka klausturtilraunir vegna þess að þau klaustur sem kannski lognuðu snemma út af að saga þeirra væri líka merkileg fyrir klausturhald í landinu, að það væri ekki bara þessi farsælu sem að skipta máli. Og ég reyndar þegar ég var að vinna á Skriðuklaustri að uppgreftinu þar og þá fórum við allt landið til þess að leita klausturplöntum, það er til alveg skilgreinda klausturplöntur sem voru ræktaðar við klaustrin og þá fór ég til dæmis ekki á keldur af því ég taldi það heldur ekki með en ég gerði það nú og svo sannarlega og það merkilega að þessi klaustri sem var rekin í frekar stuttan tíma, eins og ég segi, ég vildi ekki skilja neitt undan, að það svona kannski mest eftir af þeim. Það kannski vegna þess að stóru klaustrin sem voru rekin við siðaskiptin að það hverfur svona meira frá þeim út af siðaskiptunum, að það meira eyðilegt og kirkjur rifnar og þess áttar. En Keldnaklaustur, eða eins og ég segi hér, skulum sjá, þetta ekki svona, klaustur Jóns Loftssonar á Keldum og þegar það þekkja nú flestir örugglega Jón Loftsson sem var fæddur 1124 og var eiginlega var merkilegasti mikill stjórnmálaskörungur og einn merkilegasti höfðingi sem að Ísland hefur alið, myndi ég segja. Ég kannski, að því þú fór að skoða sögu hans og þetta, þá komst ég nú að því hvað hann var nú merkilegur fyrir ansi margt og þó eru þá margir höfðingjar uppi á miðöldum en hann var konungsborinn, svo vildi hann meina sjálfur en afi hans var Magnús Berfættur, Noregskonungur. Hann reyndar hitti aldrei afa sinna því hann dó áður en hann fæddist en einhvað síður þá ólst Jón upp í Konungahellu sem að þið þekki kannski sem þarna núna tilheyrir Svíþjóð og réttur utan Gautaborg og þeir sem hafa verið að færast þarna hafa séð einmitt höllina sem ennþá til og grunni til höll Magnúsar og hann ólst upp þar en svo eru margir sem hafa dregið það í efa, hann hafi í raun og veru, hann var sem sagt launsonur þetta var sem sagt ekki löglegt hjónaband og þannig að hann taldi þessi að vera konungsborinn og þetta kemur fram í heimskringlu Snorra Sturlusonar af því að Snorri Sturluson var í fóstri í Jóni Loftssyni á Keldum tíma og hann skráir konungasögurnar og heimskringlu og þar kemur þetta fram þannig að það má segja eða má gera ráð fyrir að Jón hafi sagt honum þetta þó kannski margir hafi efast það í seinni tíð að þetta hafi verið í raun og veru þannig. Og ég ætla aðeins að fara svona að byrja á Keldum aðeins en síðan ætla ég að fara aðeins svona yfir sögu klausturhalds bara til að setja ykkur aðeins inn í þetta umhverfi sem og hvað að gerast þarna og það líka niðurstaða úr leitinni
hann heit aðeins stuttlega að fara hans yfir þetta hér, en það sem sagt Jón reisir eða stofnar klaustur á Keldum árið 1193. Og ég vil meina að þetta hafi ekki verið mikið meira kannski en kirkja eða svona eitthvað klaustursella sem hann ætlaði að vera sjálfur í og ekki ráða neitt sérstaklega endilega neitt til starfa. Og þetta er mjög vel skráð og trúverðug frásögn af þessu í Þorlákssögu Helga. Þeir voru þekktust og ég mun fara yfir þá, við þekkjum það, þeir deildu mjög lengi og Jón átti nú barn með systur Þorláks og þannig að þetta er svona frekar áræðanlegt en Jón deyr síðan frá klaustri sínu 1197 og þessi mynd er nú frá Keldum og það er einmitt í Þorlákssögu er sagt frá því þegar Jón deyr og þá segir hann hann sem sagt, það er sagt að hann hafi byggð, hann bjó hérna á þessu bærin, hann stóð upp á þessu húni, svo er hérna lækur, ég get kannski sýnt ykkur þetta með því að nota öruna hérna, lækur hér sem rennur sem sést nú ekki alveg hér og svo kirkjan hérna hinum megin, en hann áherslu að hafa búið hér einhvers staðar og síðan reist klaustur sitt eða kirkju hinum megin við lækin og þarna sjáum við leita fólk að leita með það bænum og það kemur frem í sögunni að hann segir þarna, þar stendur þú kirkja mín, hann lætur sem sagt færa sig, rekja sig eða leiða sig út í bæjardyr á bænum sínum og hann horfir í átt að klaustri sínu, kirkjunni, þetta þekkir við kannski mörg. Þegar hann liggur fyrir dauðanum og þá segir hann þetta og horfir yfir lækina á kirkjuna og segir þarna stendur þú kirkja mín, þú harmar mig en ég harma þig. Og þetta er frekar þekkt og leitin okkar þá beintist að því að skoða af því að þetta virðist vera kirkja og klaustur, eða bær og klaustur hafi verið aðskilið, allavega með þessum hugmyndafræði og þessum beintist leitin mest af því að reyna að finna bæ Jóns en það er mjög erfitt að leita þarna á bæjarstæðum þar sem kirkjan þannig að jarðaður þá og mikið af húsum. En þegar að Jón deyr og þarna er einmitt oft talið bara að þarna lognaðist þetta út á og það varð ekkert klaustur. En það er þannig og það kemur fram í sögu Þorláks að þarna, það er nú sérstaklega þetta að Sæmundur, sonur Jóns, virðist taka við klausturinu og byggja það upp. Það er frekar skýrt í textanum að hann gerir það og ég vil meina að hann hafi stækkað það, byggt fleiri hús og sennilega hefði hann ráðið príor til starfa sem var ekki að Jón var bara einn að þessu verki fyrst og af því að það fannst innsigli sveins príors á Keldum fyrir 150 árum eða svo og það er engin sveinn príor starfandi í öðru klaustri á Íslandi og þess vegna er það talið að þetta lagið á innsiglinu bendir til þessa tíma 1200 sem að sveinn er að byggja upp og verðist hafa ráðið þarna príor og ætlaði að gera einhverja alvöru úr þessu. En síðan, og það sem ég byggi nú mest á að þetta hljóta hafi verið klaustur er það að þegar Sæmundur deyr 1222 að þá ákveða synir hans að rífa klaustrið og þarna hefur segjum að það er ekki að rífa hús sem er ekki þá til, þetta er að rífa klaustur eða ekkert klaustur, þannig að hljóta hafa verið byggingar og svo í öðru lagi þá þetta er gert af því þeir vilja skipta viðnu með sér sem verðmætum arfi og það er nú vel þekkt að við eru húsum og notar aftur og aftur og ég meina það er ekki gert nú á dögum líka en það sem vakti athygli mína var það af hverju var þetta svona verðmætur viður að þetta er verðmætur arfur sem er getið í heimildum og það er ekki talin upp við húsviður sem arfur neinstaðar svo ég viti þannig að ég fór að velta og þeir skipta honum með sér synir hans og þá fór ég að
velta fyrir mig hvað varð þennan við og hvers vegna var hann svona verðmætur, var þetta einhver öðruvísi viður heldur en einhver annar húsviður og þannig hófst nú leitin að athuga þetta. Og nú ætla ég aðeins að koma því hvað að gerast hérna í landinu og hvernig stendur á því að Jón stofnar sitt klaustur og fleira. Og ég ætla nú bara að byrja þarna við kristnitökuna. Það nú oft litið svo á einhvern veginn að Íslendingar hafi nú bara ákveðið að gerast kristnir. Þetta var ákveðið frá Alþingi og eftir einhver umhugsun. En þetta snerist náttúrulega það að innleiða lög, Rómarkirkju í landslög og taka þannig kristni og þetta var ekki einhver heimatilbúin lög, heldur þetta hugmyndafræði sem kemur að utan og Páfagarður og Páfa og Rómarkirkja stendur í mikilli útþenslu á þessum tíma og hefur hugað og þenjast út til Norður-Evrópu og þetta að gerast í nágrannalöndunum hérna í kringum okkur eins og þekkir, kristni lögtekin á fleiri löndum og síðan farandbiskup sendur til Ísland skömmu, 1030 til þess að stofna hér fyrsta klaustrið, Rúðólfur hét hann og þetta þekktur maður og það búið að skrifa ævisögu hans eftir þess að þegar hann fer frá Íslandi, hann sem það gefst upp hér og fer héðan rakata klaustri í 20 ár og tekur við hennu merka klaustri Abbington klaustri á Englandi og gerist þar ábóti en hann deyr þar 3 árum síðar, þetta Rúðólfur og hann sendur af erkibiskupi í Rímum til Íslands til að stofna þetta klaustur og það sama að gerast í Noregi, það 1029 sem fyrsta klaustur stofnað þar og það farandbiskupar að fara og stofna þessi klaustur og efla klausturhald og kaþólska trú í Norður-Evrópu og eins og erkibiskupsstólarnir og við tilheyrum Brímum hann að byrja með og síðan erkibiskupsstólinn í Lundi áður en að tekið við hann Niðarósi að þetta eru svona útstöðvar páfa og svo biskupsstólarnir eru það líka í löndunum, þetta eru svona útstöðvar páfa út alla Evrópu og það engin biskupsstóll í landinu þegar bæjarklaustur stofnað og miklir erfiðleikar við rekstur þess en síðan stofnaði Skálholti 1056 og Hólum 1106 og þá erkibiskupsstóll okkar í Lundi en Rúðólfur fer héðan þrotinn af kröftum og segist að hafa verið of lengi með villimönnum hér norður frá og það skal enga undra en þetta það eiginlega, ég nú stundir sagt að það virðist vera eins og Íslendingum kannski má segja að þeir hafi svona köttin í segnum að gangast undir lög Rómarkirkju vegna þess að það var ýmislegt í þessu sem að þeim líkaði ekki og vegna þess að Rómarkirkja heldur áfram að þenjast út og ná undir sig samfélögum í Norður-Evrópu og bæjarklaustur hverfur af sjónarsviðinu og útþensla í Evrópu, þetta ekki bara Ísland, en ég ætla bara að halda með Ísland, hún hámarki þarna á 12. öld og Þingeyraklaustur stofnað fyrst, það fyrsta klaustur sem það brautagengi og það starfaði í meira en 400 ár fram að síðaskiptum og það erkibiskup í Lundi, Össur Sveinsson sem verið standa bak við þetta fyrirtæki, hann vígði fyrsta biskupinn á Hólum, Jón Ögmundsson og þarna skömmu, það reyndar stofnunin tók örugglega 20 ár eða allavega 10 eitthvað þannig en það svona stofnárið þar ég vil tala 1133 en að erkibiskupar eru að vinna í þessu og síðan heldur þessi útþensla áfram. Munkaþverarklaustur stofnað 1155 og þá erkibiskupi Íslendinga í Niðarósi og síðan það Híkardalsklaustur, hann var eitthvað að benda mér á þessu svona symmetríu sem áttölum 1133, 55 og 66, ég veit nú ekki hvert að það eitthvað
Og síðan það Þykkvabæjarklaustur, þar sem Þorlákur Helgi var nú fyrsti ábúti, sem var síðan biskup og okkar þekktasti biskup, má segja. Og síðan það Flateyjarklaustur, sem var reyndar svo flutt upp á land, sama klaustur, það sami ábúti, en þannig að það flest þarna flutt upp á land. Og síðan Kirkjubæjarklaustur. Og þá sjáum við að þetta orðið ansi gott og það sem að gerast nefnilega að þetta þessi mikla útþensla og klaustrin að eflast mjög og ná þessu jörðum, en það var þannig að páfi vildi skilja að veraldlegt vald og andlegt. Og þessi rosalega útþensla kaþólsku kirkjuna í landinu, höfðingjar vildu reka sína eigin kirkju og það er það sem páfi að taka fyrir, þess að hann vil skilja að veraldlegt og andlegt vald, og ég kem eftir á því og eftir. Og þetta svona reitir þá mjög til reiði og þannig verða staðamálin, þau verða út af þessu að kirkjan að ná öllum tökum í landinu. Og höfðingjar grípa þá til þess, nú búin að taka út Flateyjarklaustur og þetta svona staðan eftir að staðamál fyrri hefjast, og þau hefjast með því þegar Þorlákur Helgi vígður biskup 1178 og hann menntaður erlendis og hann fylgjandi stefnu páfa og að taka yfir kirkjuna á Íslandi. Og þá gera höfðingjar þetta, stærstu höfðingjar í landinu, þeir stofna sín eigin klaustur. Og Þorlákur Helgi deyr 1193 og eftir að Jón Loftsson stofnar klaustri sitt á Keldum og hann deyr reyndar síðar það sama ár og Þorlákur Helgi stáði öllu illu klaustur Jóns og þetta var ekki leyfilegt að höfðingjar væru að reka sína eigin klaustur. Og síðan gerist það sama fyrir norðan. Þetta eru sem sagt ættarveldin fyrir sunnan og norðan að þau að stofna sín klaustur. Það Oddaverjar og svo Ásbyrningar og það kannski vandinn einmitt með höfðingjar á þessum tíma og kirkjan svona sterkri stöðu, þá við tala rómakirkja, það hvað ættarleitin eru sundurleit. Það svona hver höndin upp á móti annarri en kaþólska kirkjan mjög sterk stofnun sem og öflug og sem með svona útstöður út allan heim og á biskupsstólunum eru sem sagt bandamenn hennar þar til hann deyr, hann Þorlákur Helgi. Og það nefnilega þannig að þegar Þorlákur Helgi deyr og það hafði verið þannig að höfðingjar vildu íhlutast val á biskupum út af þessu líka og það sonur Jóns, Páll Jónsson, sem tekur við biskupsembættinu í Skálholti þegar Þorlákur Helgi deyr. Og Páll Jónsson var ekki frekar en faðir sinn, hlynntur alþjóðlegri kirkju í landinu. Og þetta reyndar þarna eftir að staðamálum fyrri hefjast að það sem sagt þessi 2 höfðingjareknu klaustur í sikhoru biskupsdæminu sem eru stofnuð og þarna Ólafur Þorsteinsson höfðingi fyrir norðan sem stofnar þetta í aðstoð Kolbeins Tumasonar og fleiri. Ég ætla nú ekki að fara nákvæmlega út í það en þetta sem sagt þeir fara að gera þetta og það sem gerist líka sem kom mér verulega á óvart var það að þessi klaustur sem eru rekin af Rómarkirkju, þau lenda í vandræðum. Biskuparnir hætta að sinna þeim og Munkaþverárklaustri lokað í nokkur ár og húsin falla og það ekki fyrir Guðmundur góði tekur við biskupsembætti á Hólum sem hlynntur kirkjuvaldsstefnu páfann endurreisir það, byggir húsin við Barþjóð 204 cirka bát og ræður ábóta, þá voru ábótalaust þarna tíma. Það sama gerist í Kirkjubæ. Kirkjubæjarklaustri höfðingjar taka Kirkjubæjarklaustur yfir og
og því lokað í 8 áratugi og nunnurnar missa þarna þessa stofnun sína sem að var mjög öflug og á heimildum að sjá að það rákuð það mjög vel, eignuðust mikið af jörðum og það sem var svo fyrirvæntið fyrir höfðingjana að það var ekki minna en hinn munkan. Þetta er allt munkaklaustur, þetta er fyrsta nunnuklaustrið og það er missa það til höfðingja og því lokað og landskeið og Snorri Sturluson og Þorvaldur Gizurarson, höfðingjarnir og Snorri sem útskrifaði í Loftinni, stofna síðan líka Viðeyjarklaustur 1226. Og þarna eru deilur staðmálin fyrri að það nú oft að tala þeim að lokin og það gerðu þau laukan undir 93 þegar Þorvaldur Helgi deyr. En þetta er það sem er að gerast, að höfðingjar eru að taka yfir og hér Hítardalsklaustur er líka á í erfiðleikum og því er lokað eiginlega 1201 og það er endar eitthvað svona frekar óljós starfsemi hugsanlega til 1237, það er ekki alveg ljóst hvað varð það eru lausir ábótar þar og það sem er líka að gerast er að Viðeyjarklaustur stofnaði Þorvaldur Gizurarson, bróðir biskups, sem var höfðingjahollur biskup og varinn af höfðingjum eftir Pál Jónsson, að Magnús tekur yfir Kirkjubæklaustur og lætur höfðingja Kápa og hann ræður bræðursbróðir sinn, einn bróðurinn er í Viðeyjarklaustri, Þorvaldur Gizurarson og svo annan að taka yfir Helgafellsklaustur og Þingabæjarklaustur og tíma eru öll klaustrin fyrir sunnan á valdi höfðingja og en það gerist síðan að þarna, Hítardalsklaustur hverfur úr sögunni alveg og síðan gerist það og það er mikil gerjun að það fer að kvarnast úr þessu veldi höfðingja í landinu og saman fyrir fara aftur af stað með þessum páfahollu biskupum og það gerist það 1238 sem nú eiginlega mjög mikilvægt ár bara í þessar allar sögu er að páfi tekur alveg fyrir það að höfðingjar sé að skipta sér að vali biskupa og það koma erlendir biskupa til landsins og verða það svolítið tíma reyndar ekki alveg strax af því að Árni Þorláksson tekur við í Skálholti sem vann fyrir páfa og klaustrin ná sér á strik aftur, þetta er 1238 og Kirkjubæjarklaustur, það er sem sagt Þorlákur Helgi sem leiðir staðmálum síðar til lykta og þetta er breytt úr þessu í Noregi og höfðingjar missa öll völdin kirkjuna á Íslandi upp úr þessu og Viðeyjarklaustur finna á Viðeyjarklaustri eða Rómakirkja og Kirkjubæjarklaustur er opnað aftur og 2 ný stofnuð á vegum Rómakirkju. Það er Einarsstaðaklaustur, annað nunnuklaustur og mjög merkilegt nunnuklaustur af því að það eru konur sem standa fyrir stofnun þessar klaustur. Það leggja til peninga, þetta er auðugar konur. Það er leggja til peninga og það er bæði Einarsstaðaklaustur og Kirkjubæjarklaustur mjög sjálfstæðar stofnanir með fjölda fólks bæði víða og óvíða í vinnu og Möðruvallaklaustur er líka stofnað einmitt rétt þegar staðanmálin enda og þá hefst svona blómaskeið klausturhalds í landinu frá 1300 til 1539 og klaustrin verða mjög auðug og ná undir sig stórum hluti jarðeigna í landinu og þarna það er enda eitt eftir að koma hérna viðbót, Skriðuklaustur sem er stofnað þarna á þessu mikla blómaskeiði og ég sé það í heimildum og fornleifum og öðru að það eflist mjög mikið og það er til dæmis byggðar nýjar kirkjur, bættu hús, fjölgar í klaustrunum sérstaklega bara af óvígðum, það er sem bara fólk sem er að starfa á klaustrinu, það verður gríðarleg sprenging og svona eykst bara og líka þrátt fyrir svartadauða og annað og þannig að þetta er svona staðan lengst af en síðaskiptina þá er byrjað að loka klaustrunum smátt og smátt tína þetta svona inn og eftir síðaskiptina þá er sem sagt bara biskupsstólarnir eftir.
En ég ætla að koma að staðamálunum og Keldnaklaustri vegna þess að Jón Loftsson einn af aðalmönnunum í staðamálunum fyrri. Og staðamálin, þau snerust mér finnst reyndar ekki alveg rétt að tala þetta bara sem staðamál, en svo margt annað sem inn í þessu sama, að það ekki kirkjuvaldsstefna páfa, sem að snerust það að skilja veraldlegt og andlegt vald, eins og ég sagði. Og í þessu fólst að veraldlegum höfðingjum var meinað eiga kirkjur. Þeim átti ekki að kirkjur, ekki reka eða ekki hafa en tekjur. Og það þetta sem að staðamálin snúast og þeir héldu áfram að byggja bara sína kirkjur heima á bæjunum en það var sem sagt bannað samkvæmt þessum nýju lögum og af því að þetta þýddi mikla tekjur og mikinn tekjumissi fyrir höfðingja og náttúrulega líka peningafylgja völd og staða og allt það. En þetta það sem að var eiginlega aðalmálið að þeir máttu ekki eiga kirkjur. Og eiga kirkjur. Og við lok staðamálana þá missaði þetta alfarið nema að það mátti reyndar rétt að það var einhver smá undanþága reyndar í þessu. Og síðan þetta rétturinn til refsinga sem að skipti í raun og veru ótrúlega miklu máli vegna þess að það þetta sem að kaþólska kirkjan rak sitt batteri á að sem sagt að það er svona aflátsbréf og að veita fólki aflát það var sem sagt ekki líkana refsingar heldur átti fólk að borga fyrir syndir sína til kirkjunar. Hún hagnast mjög á þessu og líkana refsingar ekki leiða fyrir eftir sviðaskiptin og þetta líka mikil tekjulind og var áður að eigur fólks eftir allavega sviðaskiptin frá hennar eftir konus. En síðan annað sem er mjög mikilvægt í þessu sem oft ekki talað það er sambúðarmálin. Kirkjunarmenn máttu ekki eiga konur og það annað sem kemur með lögum Rómarkirkju og kirkjuvaldsstefnu var það að menn máttu ekki eiga frillur og ekki margar konur og þetta kannski kemur svolítið óvænt en þetta tíðkaðist með germanskra þjóða alveg fram að kristnitöku þeirra að eiga margar konur og frillur og til dæmis Jón Agmundsson átti 2 konur og það var fjast undanþága frá páfa frá þessu því hann náttúrulega mátti alls ekki vera biskup eða konu og ekki heldur 2 en þannig að þetta gekk endanum eftir en af hverju haldið þetta sambúðarmál samt skipti svona miklu máli og það var ekkert síður þess vegna ekki alveg sátt að þeirra staðamál eitthvað sem allt í þessu af því að því fleiri konur og því fleiri börn því sterkari völd og það er eiginlega frillur hér og það tengdu saman þessa mikilvægu höfðingjaættir og Jón Loftsson átti margar frillur og konur líka og fullt af börnum. Snorri Sturluson átti eins og þið vitið nokkra frillur og börn og hann notaði allar dætur sínar í pólitískum tilgangi að styrkja stöðu sína og þetta er alveg þekkt og hann til dæmis Víðiklaustur kostaði 2 konur að það var Þorvaldur gaf eina og Snorri eina til þess að innsigla þessi tengsl þessar 2 ættarvelda. Þannig að þetta skipti gríðarlega miklu máli. Og svo þetta skipan í æðstu kirkjur og embætti. Það er biskupar og það eru ábótar sem að stjórnuðu þessu í landinu og að höfðingjar máttu ekki skipta sér af þessari skipun. Það er að skilja þetta alveg í sundur. Þannig að þetta er aðeins meira staðamál, þetta staði, það eru kirkjustaðir. Þess vegna er það að vísa í staðamál. En ég ætla nú að fara að drífa mig hérna. Og þetta deildu Þorlákur Helgi biskup sem var dyggur stuðningsmaður páfa í landinu og fylgd og gerði allt þess að innleiða þessa kirkjuvaldsstefnu hans. Jón Loftsson var alfarið á móti þessu og meira að segja Páfi sendi kvörtunarbréf tvívegis til Íslendinga og í seinna skipti 1198 það var beinlínis stílað á Jón biskup út af illri hegðun Íslendinga í þessum málum og það gerist að
það má segja að Jón Loftsson hafi brotið allar þessar reglur sem ég taldi upp á hann. Ég meina, hann stofnaði þarna klaustur, algjörlega í trássi við páfa. Ég meina, hann var veraldlegur höfðingi og en hann var líka djákni og trúmaður mikið, ég alveg sannfærð það, að stofna sitt eigið klaustur þegar það náði eins og eiga kirkju. Og hann líka átti allar þessar konur og frillur, hann var djákni, hann mátti ekki eiga það. Og hann og svo hallmælinn hann páfa líka, sem að eiginlega mjög fáir hafa þorað að gera. Og hann háði bannfæran fyrir þessa andstöðu og þetta er mikið eins og fyrir allt þetta þrennt, hann er bannfæri fyrir þetta. Og þá sem sagt mjög syndugur maður og það sem hann sagði þegar hann hallmælti páfa var hvorki pái né hans kardinálu myndi vita betur né vilja en hinnir fornu Íslendingar sem unnu þjóðfrelsi sínu og höfðu bæði vilja og góða greind til að gæta þess. Og hann andmæli þessu og reyna að halda í keglu. Svo síðan Deyþór er sonur Jóns skipaður biskup í Skálholti, eins og þið þekkið, og þar með er talað að staðmálunum fyrri hafi lokið og Jón deyr sem sigurvegari 1197. Hann er sem sagt búinn að ná þessu, búinn að koma sínum manni á biskupsstól og þetta virðist allt í höfn hjá honum. En ef ég fer núna aftur einmitt af þá Keldum og Valþjófsdal, af því að það er, eins og ég segi, það er augljóst að þegar að Jón deyr, að þá sem sagt sonur, einn af frillusonum Jóns Sæmundur, sem byggir upp klaustrið, Páll er í Skálholti, bróðir hans, og hann fer að byggja upp þetta klaustur eins og ég sagði áðan. Og síðan er þetta að síðan sonarsinnir hafa greinilega engan áhuga á að reka þetta klaustur og eins og ég sagði, þeir rífa klaustur og skipta viðnum og þegar ég var að skoða þetta þá kemst ég að því eitthvað sem ég var ekki búin að tengja við að einn svona Sæmundar var einmitt Filippus en hann var faðir hennar Randalínar sem var gefinn eða giftist austur á Valþjófsdal 1249 og ég eiginlega bara svona uppgötta þetta því ég var eitthvað að skoða, það voru deilur hann Oddur maður Randalínar deyr og það verða deilur sem sagt jarðneska leifar hans og það er verið að flytja þetta eitthvað svona, þá uppgötta ég geti Randalín en hún komin þarna austur og það er oftast talið að Randalín Filippus þá þeir hafi skorið hurðina út og ekki síst vegna Jóns síns. Þetta er hugmynd upphaflega frá Barða Guðmundssoni en margir hafa tekið þetta upp en Jón var sem sagt í merki Magnúsar Bergfæts sem sagt afa Jóns Loftssonar og forföður þá Randalínar að þetta þá langaði að Jónið hún sé að skera þetta út. Þetta er sem sagt hurð sem að flestir þekkja sem að stóð nú fyrir dyrum kirkjunnar sennilega eða rauðaskála á Valþjófsdal allt fram á, var það ekki 1800 eitthvað sem hún var seld til kaupmannahafnar hún kom svo með handritunum 1930 með einhverjum handritunum allt þetta mjög merkilegur viður en það er alveg ljóst að Randalín getur ekki hafa skorið hurðina út vegna þess að úrskurðurinn, fræðimenn eru sammála að hann er frá því 1200 og það er þegar Sæmundur að byggja upp klaustur. Það er hægt, það er margir sem verður að spyrja eða ekki þetta kolefnisaldursgreinandi eða að greina viðinn eða eitthvað. Jú, það er hægt að greina viðinn og valdur á viðnum en ekki hvernig hurðin var skorin út. Og það getur verið gamalt viður og það er allt mögulegt í því en úrskurðurinn er frá því 1200 og þetta eru fræðimenn sammála En það er annað sem tengir saman þessar tvö höfuból. Það eru tvö skrýni, helgiskrýni, sem annað frá Keldum og hitt frá Valþjófsdal og þetta frá Valþjófsdal hérna uppi. Þannig að það skoða það. Það er þetta Jón líka hérna í skrýninu frá Valþjófsdal en það er sennilega postulamyndir á þessu og þetta er örugglega ljónið sem tákn Markúsar postula, ekkert endilega þetta ljón sem að
fyrir jörðinni, en þau eru talin af smíð á Íslandi og sennilega af sama smið. Þannig að þannig eru komin önnur tengl, milli Keldna og Valþjófsstaðar. Það Randalín Filippusdóttir sem að giftist austur barnabarn Sæmundar og faðir hennar hlýtur á að fengi eitthvað af þessum við. Þannig að þar vorum við komin með allar vísbendingar og þetta eru líka skrínin eru frá sama tíma. Og þegar hér var komin sögu og ég fór að velta fyrir mér hvað voðalega eru þessi tengsl mikil og engin veitir raunverulega hvaðan þessu hurð kom og það mikið búið að spá í táknmyndina og stúdera og þetta ljónariddari, eða ekki kannski farið aðeins yfir það að þetta sem sagt riddari hér á hesti sínu sem að bjargar ljóni úr klóm drekan og ljónið síðan fylgir riddaranum og leggst síðan á gröf hans og þetta nú sagt að þetta sé elsta kirkjumynd sem til varðveitt á Íslandi og var notuð til dæmis við endurgerð úr kirkju úr stöng og í Brattahlíð og svo grafskrift hér sem segir sjá inn ríkja konung valdreka þennan dag og allt í einu þá bara datt mér í hug, þetta baráttusaga Jóns Loftssonar? Hvað á táknmyndin að sýna? Og margir á benda að þetta gæti verið saga úr Völsundarsögu, saga Sigurðar Hrafnsbana, Sigur sem drap drekan Fáfni en ég hef nú rætt við Aðalheiði Guðmundsdóttur sem prófessor og Árnastofnun og sem okkar helsti sérfræðingur nú á dögum í þessu. Hún telur þetta að vera þýska riddarasögu eða minni úr þýskri riddarasögu von Dietrich og þegar ég rætti við hana, hún sagði en það mikið að staðfærðum minnum í táknmyndinni og þó að það sé svona sögur notaðir eins og að riddurum eins og var á þessum tíma að þá við rættum þetta svolítið og ég held hún að verið einmitt saman mér að þetta sýni baráttu Jóns við drekan sem þá páfi eða erlend kirkjuvald og þetta svona líking þá og að ljónið sé að íslenska þjóðin sem að fylgir honum og hann leggst á gröf hans og þetta þá kirkja og klaustursella Jóns og hann til dæmis þessi staðfæri viðbæði eru aftur kirkjan og textinn og eins og ég sagði að þá áleit Jón sig vera konungsbúinn og þess vegna tel ég, það mín tilgáta, ég ætla ekki endilega að segja að þetta sé eitthvað sönn tilgáta, að Sæmundur hafi látið skera þessa sögu föður síns, sem vissulega mjög merkileg, út í hurðina og þetta þekkjum við víða frá úr nágrannalöndunum að við getum nefnt Jelling, og fleiri þar sem skorin út svona myndlíking einhverja sögu og það gæti verið tilvíðan að þessi saga sé þessi riddarsaga en ég finnst hún vísa ansi mikið í baráttu Jóns og eins og ég segi hann deyr sem sigurvegari og ég ætla nú að fara og eftir að þetta kom í Stefán fjallar í Morgunblaðinu og eftir það hafði sambandið með maður sem hafði mikla trú á þessari kenningu og benti mér á og spurði að því mér fannst hún leiðilegt einmitt að nú Randalín úr sögunni, hún hefði ekki skorið út og ég hefði helst viljað að kona hefði gert það en svona þetta, maður bara sætta sig við þetta en hann sagði getur verið að Margrét hinn Oddhaga hafi skorið út hurðina en hún vann fyrir biskup Jónsson, son Jóns Loftssonar í Skálholti og hún hún sagði þar og þetta sýnir ykkur og það rétt á eftir að hún sem sagt var sagt að hún hefði skoðað merkina Bakaðar sem var gefin erkibiskupi og síðan fannst þessi merkilegu Bagall í Kristeinkistu Páls, það var nú kista hans var grafin upp hérna 1954 eða eins og þið þekkið og þar fannst sem sagt biskupsstafur eða Bagall Páls
hann gerður úr rostungstönn og það var annar maður, það var nú margir sem hafa samband út af þessu og sem spurði, ekki hægt að bera saman biskupsstafinn, og þetta hef ég ekki gert og veit ekki hvernig einhver getur gert þetta, ég veit ekki alveg þennan á þessu, við útskurðin í hurðinni. Kristján Eldjárn taldi sem að grófu Kistu Páls að Margrét hefði skorið út þennan bagal við þessar ásöknum Pálssögu biskups og Anna Sigurðardóttir sem að rannsakaði nunnuklaustrin 2 mjög ítarlega, hún var á sama máli, en svo eftir Sveinbjörn Rafnsson telur að þetta sé erlendu, þessi innfluttur gripur og það væri bara fróðlegt að heyra hvert það væri eftir að skoða þetta, en hér sem sagt í Pálssögu sagt frá þessu og ég rauk til og skilti í Pálssögu þegar ég var látið vita á skjúl og þetta stendur þarna. Hérna Pál sendi var sem einu sinni gjafir og þetta Þóri biskup í Staf úr Tönn og hann smíðaði Margréti Högu sem var oddhögust allra manna á Íslandi og þá voru þau hjú, þess hún og maðurinn hennar. Hérna þessi Þórarinn hafði skýrkustegn að þetta ég verið Þórarinn og hérna bóndi hennar og þá rek ég augun í það og svo þetta, já, allt þetta hennar, smíði og að Þorsteinn, maðurinn hennar, það byggðarninskáldið, var skrýnismiður og þá hugsaði ég, nú, skrýnin 2 þarna, eitthvað sem gæti kannski kýpa það líka, hvort að þau hjón hafi nú verið að skrifa, þetta nú allt frá sama tíma og þau talin smíði á Íslandi og þannig að ég ætlaði nú að enda þetta á þessu, við getum kýrt á hurðina og skrýnin frá Valþjófsstað, skrýnin frá Keldum ennþá í Kaupmannahöfn og þetta mest svona postulamyndir á þessu en ég ætla nú samt að segja svona til þess að ekki óvundu austfirðinga vinur mín að hurðin verður samt alltaf Valþjófsstaðahurðin í mínum huga þó hún hafi kannski verið fyrst á Keldum en ég ætla að láta þetta duga, ég held að við séum að falla á tíma líka og einmitt varpa þessum spurningum í salir með skrýnin 2 og útskurðin hver skar út hurðina. Takk fyrir mig.